Velkomin í föstudagsþáttinn. Þáttinn kvöld verður aðeins öðruvísi heldur en önnur kvöld þar sem ég mun sjá þáttinn en ekki Villi. En örvænti ekki vegna þess að þetta verður safaríkur þáttur. Ég mætti hérna á Medúlu og ætla að tala um hana Hafdísi aðeins hvernig staðan búin að vera. Svo verður þetta bara betra eftir það. Hvernig tengist þú Medúlu? Ég tengist hérna bara fjölskylduböndum svolítið. Hilda, sem einn af eigendunum, systir mömmu minnar og þær voru tvær að vinna hérna saman ásamt bróður sínum á tímabili, voru bara öll fjölskyldan hérna. Og ég fjórði liðurinn í hárgreiðslu konungsfjölskyldu, mætti segja það. Og það var langafi minn var rakari, afi minn var rakari, Halli rakari eins og sem þekki hann. Og svo var mamma mín hársnistir líka og svo ég. Þannig að börnin mín þau fóru bara greið og skæri í afmælis og jólagjöf. Þau voru að halda þessum titli hérna. Að sjálfsögðu. Og hvernig búið að vera hjá Medúlu seinustu mánuði? Þetta bara búin að vera svona upp og niður. Við náttúrulega var alveg sjokk þegar við þurftum að loka hana fyrst fyrir rúma ári síðan. Og þegar við byrjuðum aftur þá var ég í fæðingarorlofi og ég bara kom inn í vinnuna af því að það var brjálæði að gera. Það var bara eins og jólin, sko. Já. En svo þegar við þurftum að loka aftur og höfuðborgarsvæðið loka á undan, þá var þetta bara eins og tímasprengja hvenær við myndum loka, þannig að þetta var mjög stressandi. En það þarf allir að komast í klippingu, þannig að það mættu allir í jólaklippinguna sína. Mjög glaðir. Já. Og brjálæði að gera. Og bara brjálæði að gera. Það er bara svoleiðis, sko. Og hvernig að þú búin að vinna sem hárgreiðslukona þá í alveg svolítinn tíma, þú ert eigandi hérna? Jú. Ég byrjaði hérna 2009. Samt náttúrulega eiginlega fyrr. Maður var hérna sem krakki, var alltaf að hjálpa. Maður mátti nú alltaf koma inn, þá var maður beðinn aðstoð. En ég byrjaði í náminu mínu 2009 og svo tek ég við af mömmu minni þegar hún fellur frá og hún átti sér stofuna ásamt systur sinni henni Huldu. Og núna erum við tvær með stofuna og ég sagði nú alltaf við mömmu að hún var ógeðslega heppin að fá að vinna með henni Huldu og hún geti unnið með hliðina á henni þegar við fluttum til Akureyrar. Og núna er ég bara svona heppin að fá að vinna við hliðina á henni. Það er bara svoleiðis. Við erum ótrúlega góðir vinir hérna. Við bara vinnum ótrúlega vel saman og það er bara æðislegt að vinna með þessu fólki hérna. Hvernig sérðu sumarið fyrir þér? Sko, ég bara að vera mjög bjartsýn. Ég ætla að mæta í bólusetningu í ermalausum ból. Ég bíð bara eftir SMS-ið. Og ég bara vonast til þess að fólk geti bara að vera að gifta sig og geti bara hægt að æðislegt í sumar, sko. Ég bara vonast til þess. Og hvernig svo sumargreiðslurnar? Sumargreiðslurnar, það verði ekki að bara allir bara frjálsir og bara allir vilja bara koma með fínt hár og hætta þessu COVID-hári. Já, nákvæmlega. Ég að velja rétt með því að líta til baka? Já, ég hugsa það alveg. Mér finnst þetta að vera svona alls konar. Það er engin einn ákveðin litur. En svona, sko, það er mikið að koma inn möllettið, bæði fyrir konur og kalla. Og svo 70s svolítið að koma inn, svona styttri lokkara framan og hafa það svolítið villt og skemmtilegt. Ertu með einhver svona gullmála? Gullmála? Einhver tips? Það er mikið kannski að fólk vilja vera með svolítið voljúm. Þannig að texturspreyið er alltaf ógeðslega flott og bara best að nota bara, vera bara með góðar hárvörur ef maður vill vera með flott hár. Það er bara þannig. Nákvæmlega. Þá vitum við hvað við ætlum að gera fyrir sumarið, kæru áhorfendur. Komið á Medúlu fyrir sumarið og græja hárið og gera það fínt. Segjum til sér inn og við erum að fara út í Hof. Sjáumst þar.